Í Amos 5. kafla 14. versi segir: Leitið hins góða en ekki hins illa, til þess að þér megið lífi halda. Og þá mun Drottinn, Guð hersveitanna, vera með yður. Satan notar öll ráð til að gera glæpi og spillandi lesti vinsæla. Við getum ekki gengið götur borga okkar án þess að rekast á áberandi auglýsingar glæp, framborin í einhverju skáldsögu eða leikin í einhverju leikhúsi. Hugurinn vaninn á vinfengi við syndina. Þeirri stefnu sem hinir auðvirðilegu og syndsamlegu fylgja haldið fyrir augum fólksins í tímaritum dagsins, og allt sem getur æst ástríðurnar sett þeim fyrir sjónir í æsandi sögum. Þau lesa og heyra svo mikið spillandi glæpi að sú samviska sem einu sinni var viðkvæm og hefði hrökklast með hryllingi frá slíkri sjón gerist hörð, og þau dvelja við þessi efni sólgin af áhuga. Margar af skemmtunum þeim sem vinsælar eru í heiminum í dag, jafnvel meðal þeirra sem gera kröfu til að kallast kristnir, stefna í sömu átt og skemmtanir heiðingjana. Það eru reyndar fáar þeirra sem Satan beinir ekki í það átt að eyða sálum. Í hverju skemmti samkundu, þar sem hrokinn nærður, þar sem við erum fengið til að gleyma Guði og missa sjónar og eilíðar verðmætum, Satan að binda sálina með hlekkjum sínum. Eða eina öryggi okkar að náð Krists skýli okkur hvert augnablik, og við slökkum ekki andlega sjón okkar svo að við köllum gott illt og illt gott. Við verðum að loka leiðunum að sálinni og gæta hennar gegn illu, án þess að hika eða rökræða það. Í Mattheus 7. kafla 33. versi segir: Leitið fyrst ríkis hans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Þegar við missum sjónar á Guði frekar auðvelt að leiðast í villu, að verða annars hugar af áhyggjum okkar og áhyggjum lífsins. Í vissum skilningi verðum við eins og Pétur þegar hann gekk á vatni. Hann tók augun af Jesú í aðeins augnablik, og það var til þess að hann sökk. Trú Pétur stalaði og þess vegna fór hann að sökkva. Pétur tók augun af Jesú þegar hann hlustaði á vindinn. Pétur varð annars hugar af áhyggjum þegar einbeiting hans hafði átt að vera áfram á Kristi, því það var Jesús sem gerði honum kleift að ganga á vatni til að byrja með. Þetta mikilvæg saga og lexía sem við ættum aldrei að missa sjónar á. Fyrir okkur getur lífið stundum verið svo brösugt að við veltum fyrir okkur hvaða næsta máltíð okkar kemur. Við getum jafnvel velti fyrir okkur hvernig við ætlum að klæða okkur og fjölskyldu okkar eða hafa þak yfir höfuðið. Samt eru þetta tímar þegar þetta kemur yfir okkur sem við þurfum að muna eftir orðum Krists: Leitaðu fyrst ríkis Guðs. Þegar áhyggjur okkar og umhyggja byrjar að plaga okkur, þá komin tími til að sleppa takinu á þeim. Það þegar við minnumst þess að við eigum fyrst að leita ríkis Guðs, því að okkar himneski Faðir veit að við höfum þörf á öllu þessu. Okkar himneski Faðir veit að við þurfum mat, fatnað og þak yfir höfuðið. Hann veit að við þörfnumst þessa hluta til að viðhalda okkur sjálfum. Hann mjög meðvitaður aðstæður okkar, þó það virðist kannski ekki þannig stundum. Samt, ef við leitum fyrst ríkis Guðs, þýðir það að við setjum trú okkar, von og traust á hann. Við treystum því að Guð verði til staðar til að hjálpa okkur í gegnum slæma tíma þegar við höfum gert allt sem í okkar valdi stendur. Þegar við gerum það, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Áhyggjur hafa aldrei fært okkur mat á borðið. Þegar við berum áhyggjur lífsins, sýnir það Guði að við höfum skort á trú á getu hans til að koma okkur til hjálpar, rétt eins og þegar Pétur gengur á vatninu. Þegar Pétur tók að sökkva í sjóinn, sagði Jesús við hann: Þú trú litli, hví efaðist þú? Ef þú hefur sett trú þína, von og traust á Guð, ef þú lifir samkvæmt orði hans, þá mun Guð alltaf vera með þér og Guð mun alltaf sjá fyrir þér.
Það þýðir ekki að þú munir ekki sjá erfiðleika. Það hvernig þú bregst við þeim. Það hvernig þú bregst við kreppum í lífi þínu sem sannar trú þín á Guði. Því þurfum við að leita hins góða en ekki hins illa, og þá mun Drottinn Guð hersveitanna vera með okkur.